hafið göngu sína og þetta fyrsta sinn sem að við leifum ofurhugunum okkar að detta inn í lokin. Þetta í fyrsta sinn sem við klárum lagið Crazy Bastard. Já. Og það var komin tími til! Já, það eru hellingur að liði hérna úti núna fagnandi og flautandi í bílum sínum að við getum loksins klárað þetta stórkostlega lag. Já, ég lendi mjög oft í því að ég er að hlusta eitthvað lag og það kemur einhver útvarpsmaður. Já, þið eru að hlusta og maður bara leif þeim að klára lagið, maður! Já, þetta Rolling Stones. En það kannski ekki Crazy Bastard. Það svona eitthvað lag sem maður actually fílar. Reyndar, Crazy Bastard er nú fínt lag svo sem. Já, það ekki það. Klikka, gott. En það þriðjudagurinn 8. október og ég held að við ekki farið fram hjá neinum á höfuðborgarsvæðinu og já, bara hvar sem á Íslandi að það snjóaði hér í nótt. Reyndar ekki þar sem ég bjó. Jú, ég held tjók. Já, ég ætla að segja það. Náðu mér samt svona í smástund og það Íslendingar, við erum, sko, þið hafið oft gert grína mér, Sveppi, þið vinir mínir, að ég sé með tilkynningaskyldu. Já. Eins og ég tala hvort þið sé sattur eða songur og þau eru alltaf að segja ykkur allt sem að gerast þegar á tjamminu og svona. Já, allt sem þú ert að hugsa. Já, allt sem að hugsa. En það ekkert bara ég sem með tilkynningaskyldu. Íslendingar eru með rosalega tilkynningaskyldu bara yfir höfuð. Já. Og þegar ég vaknaði morgun og fór og fekk mér, ég fæ mér alltaf Seriós út á svona hleðslu. Seriós? Já, það fínt á móðana, sko. Cheerios. Já, ok. Þú segir ekki Seriós? Seriós? Hvað ertu, bandarískur eða? Þú segir bara Seriós. Segirðu Cheerios? Nei, ég segi Seriós. Já, hvað sagði ég? Seriós. Seriós, já, ok, það skiptir ekki máli. Þú veist allavega að það litlu gulu hringirnir, ég fæ með þá á móðana, út á hleðslu. Í gula kassanum, já. Já, og þegar ég rappa frem í glugganum, í viðurkenni, bara svona, ég hata snjó, sko, ég hata ekkert snjó, en ég svona þól ekki slappið og viðbjóðan sem fylgir þessu. Líka það ennþá bara október, ég alveg til í þetta í desember, sko. Og ég bara svona, fór og heldi, en svo bara þegar maður kíkti og opnaði tölvuna og fór hans í síman, þá var bara annað hver maður búin að posta mynd á Instagrami sitt eða komið status á Facebook, bara það snjór. Já. Við sjáum þetta öll. Það eitthvað, mér finnst þetta svo steikt eitthvað til að það allir að setja myndir að séu að labba í snjónum eða skafa bílnum. Það allir að sína, sko, svona hvað þeir eru on it. Já, það snjór, maður. Ég búin að sjá það líka. Bara allir statusar, nei, snjókoma. Já, einmitt. Já, ok, veist, ég sé þetta alveg, sko. Þetta mjög spes. Já. Ég eiginlega alveg sammála því, sko. Þetta tilkynningaskyldan hjá okkur. Með Facebooki mitt, það bara fylltist að snjóstatusum. Já, þetta alltaf svona. Og í tilefni dagsins ætla ég að lesa upp 18 snjóstatusa frá vinnum mín. Er þetta ekki til í það? Nei, ég hef engan áhuga, en ég er að spara að lesa upp hvað í þættinum í dag. Hann stórskemmtilegur. Við erum með nýjan dagskrárlið sem alltaf stemming. Já. Og það dagskrárliðurinn engamál.is. Við ætlum að hringja í einhver ókunnuga hér út í bæ og láta eins og sem að svara auglýsingunni þeirra inn á engamál. Já. Það verður örugglega einhver svona... Það verður dass af einhverjum perraskap í þessu, en engin dónaskapur samt. Nei, og líka bara, sko, veist, við erum bara að prófa. Við erum að prófa okkur áfram í lífinu, sko. Já, þetta er bara nýtt dagskrárliður og við erum að reyna að fá fólk hérna úti til að brosa. Við erum að reyna að stytta daginn hjá hlustendum. Það er bara þannig. Það er bara svoleiðis. Og svo erum við með Sturla staðrindar á sínu stað. Kim Logi Bergmann er á leiðinni í fyrsta sinn í langan tíma með Gettu blöð, sem er skemmtuleg liður. Ég held að staðan hjá okkur, Sveppi, sé 3-3. Já, heldur það? Já. Var ég ekki komin eitthvað í síðan? Nei, ég var komin sko í 3-1 og þú ert búin að vinna síðustu 2 held ég. Það er Gettu blöð hér á eftir sem er alltaf skemmtilegt. Ég var búin að segja Sturla staðrindir, já. Svo erum við með stórkostlegan hrekk á móðið mína. Við erum búinir að taka hann upp, þannig ég get sagt að hann sé stórkostlegur því að hann heppnaðist bara fullkomlega. Já. Við erum búin að við tókum upp fyrir í dag auglýsingu við Sveppi og fengum hana Þórunni Klásen til að hjálpa okkur. Já. Og hún er að lesa auglýsingarna fyrir bleikuslaufuna. Já, og það er voða mikið og vinsælt núna, sko. Já, og fólk á Monster sem menn er að gefa gítar og svona. Já. En við fengum hana til að lesa auglýsingu þar sem hún var að bjóða upp stefnumót með móður minni, Hafdísi Sveinsdóttur, og ringdu svo við mömmu og spiluðum auglýsinguna fyrir hann og ég trúiði með þeim. Og viðbröðin eru vægasett áhlustanleg. Já, áraðan þannig, hún ætlaði að drepa mig ef þetta væri alveg í spilun og hún var ekki að grínast. Hún ringdi mig tvisvar eftir að við vorum búin að taka upp símtalið. Já. Og reyndi mér að fá mig til að spila það ekki í þættinum á eftir. Já. En
Allt saman fer þetta nú í loftið, sko. Já, ég náði að róa hana og lofa henni að þetta væri ekki alveg auglýsing. Já, en þetta var mjög fyndið. Mjög skemmtilegt. Við spilum þetta á eftir og já, svo bara fasti liðir. Þið þekkið þetta, maður. En annars góður, Sveppi? Já, annars bara... frétta þér? Já. Já, helgin góð? Já, helgin var ljómandi fín, maður. Hvað gerður helgina? Helgina, býttu nú við. Ekkert spennandi? Jú, það var spennandi. Nú, hvað var það? Ég fór til Tyrklands. Já, alveg rétt, ég átti eftir það. Þá spurði ég út í það. Skellti mig til Tyrklands, maður, það var eindislegt. Í boði EVE Online, eða ekki? Já, ekki boði EVE Online, en það var svona... Ásatíð. Ásatíð, EVE Online. Kannski eitthvað sem þú mátt ekki ræða það? Jú, ég veit það ekki, ekki ég að vinna þarna. Nei, kona hennar að vinna þar. Já. Ákveður ekki ásatíð 365 bara í Tyrklandi? Nei, sko, málið ástæðan fyrir þetta var í Tyrklandi var þetta því að það, veist, þeir eru með starfsemi í Ameríku og Kína og Bretlandi og Íslandi og þeir eru að finna eitthvað svona miðdebil til þess að hittast. Já, einmitt. Hvað er betri miðdebilin í Tyrklandi? Einmitt. Þeim vinsalastu hér á FM 957. Alltaf gaman að hlusta á fallega söng. Já, veistu hvað það var? Þetta var Avril Lavigne. Nei. Rihanna. Rihanna, maður? Já. Já, þetta er, þú veist, eina af þeim öllum. Já. Sem alltaf verið að spila. Hún er góð. Hún er góð. Maður verður að gefa Rihannu það. Rihanna og Sæli Mærus og... Sæli Mærus, maður. Hún er búin að vera frábær. Já. Og allt þetta lið, þetta er allt alveg frábært. Já. Og það eru margir sem vita nákvæmlega hvað er að fara að gerast. Það er komið að slúðri hjá honum Auðunni Blöndal og mér skilst að það sé nú ekki að lægra tægin í dag. Nei, ég er með gott slúður í dag. Þó ég segi það. Það er verða, já. Scarlett Johansson, hún hefur verið valinn aftur Sexiest Woman Alive af tímaritinu Esquire og er hún svo fyrsta í sögunni sem er valinn, og svo fyrsta sem hefur unnið þetta tvisvar. Og hún sem sagt vann þetta 2006 og svo aftur núna 2013, 7 árum senna. Já, þannig að hún var ekkert sexy 2007 og 8 og 9 og 10 og 11 og 12. Já, og svo allt í hennu núna var hún aftur sexy. Alveg rosa sexy. Alltaf skemmtilegt. Ég fór að hugsa, hvað er eiginlega mörg blöð sem er að velja svona kynþokkafyrsta? Því að, veist, People Magazine er með kynþokkafyrsta, svo er Maxim og... Það gerir þetta allir oft. Já. Það er bara einhver gæi, bara, heyrðu, blaðið er að selja stíla. Já, ok, heyrðu, hendur bara í einhverja kynlífskonun. Já, það er kynþokkafyrstu konun. Já, láttu bara ljúða einhverju drasli. En við verðum nú að gefa Scarlett Johansson það samt að hún er virkilega vel að þessu komin, huguleg stúlka. Já, mér finnst hún, ég hugsa freka bara hvað hún er hæfileikarík. Góð leikona. Hún fór á kostum, veistu í hvað mynd, manstu í hvað mynd hún sló í gegn? Scarlett Johansson. Eitthvað með út í allin? Nei, hann lúti hann á réttri leið, Bill Murray. Bill Murray, maður. Lost in Translation. Já, alveg veit, hún var þar, já. Það sló hann í gegn. Já, það var góð mynd. Já, mjög góð. Skrítin og góð. Svo er ég með slúður af Eminem, dóttir hans Hailey, sem að hann hefur nú sungið, hann hefur nú ansi oft sungið hana Hailey, og hún var núna valinn Homecoming Queen í skólanum sínum. Hún er náttúrulega orðin ullingur, hann er búinn að vera að syngja hana núna í eitthvað 13 ár, hún er orðin 17 ára og er vist mjög vinsæl í skólanum sínum og var, eins og ég segi, valinn Homecoming Queen. Það er svona ungfrú skólans, vinsælasta stelpan. Er hún sæt? Já, samkvæmt þessu slúðri, þá er hún voðalega hugguleg og er vist ekki svona bitur og pappi sinn. Nei, hann er svona... Það er auðvitað rosalega skrítið fyrir hann, nú er hún 17 ára, sko, ef hún hlusta bara á lög frá því svona, fyrir svona 5 ára aftur í tíman, þá er bara, sko, Eminem að tala um að hann ætla að drepa mömmunar og hún sé svo mikil tík og, veist, hann gerir allt fyrir Hailey og það er auðvitað steikt að hlusta á þetta í dag. Já. Þegar hún er núllingu. Já, hún er alltaf, já, hún er 12 ára þegar þetta er, sko. Já. Ég meina, dóttir mín er 10 ára og við fann að skilja ensku og skilja alla texta og lærir þetta allt og veit allt, sko. Ef þú verður að syngja svoleiðis lög núna? Já. Íris mamma. Hún var aldrei neitt. Hún kom bara feitt. Og þú veist að ég mun elska það eilífu. Eitthvað svona. En ég er enda fíla Eminem í tætli, minnst hann. Hann er rosa flottur, sko. Og svo er það Britney Spears, hún var að viðurkenna núna í... Já, viðtali að hún er ekki góð að syngja live og segist oft fá hjálp svona frá tónlist í bakgrunni en reyna að syngja alltaf live því að henni finnst lélegt að vera með þetta bara á disk og lip-synga, þannig að hún svona gerir þetta í bland. Já, það er bara glatað. Já, mér finnst bara lélegt að vera lip-synga, sko.
Já, það bara má ekki. Nei, en hún að fara að setja núna upp sýningu, sko. Hún segir að söngkonur og söngvarar sem að dansa mikið á sviðinu, þau fá oft svona, já, en fáið svona smá... Svona þreyttar. Já, þannig að þau fá svona... Aðstoð. Réttlæti að það sé að spila svona með söngum. Já, segðu Mick Jagger það. Já. Einmitt. 60-70 ára gamall maður hlaupandi allt eins og titlingur og þarf ekki aðstóð. Svo að tala einhverja úlingstúlkur. Hún reyndar ekki úlingstúlkur lengur, hún 1 ára yngri en ég. Hún jafngömmul mér núna. Britney? Nei, hún 1 ára yngri en ég, þá hún ekki jafngömmul og þú. Nei, hún lítur út þröðu. Hún reyndar lítur vel út núna. Já, eitt myndband með henni, hún voða hugulega eitthvað. Já. En hérna, já, hún bara að setja upp sýningu í Vegas og var eitthvað að ræða þetta og viðurkenndi þar og hún var ekkert alltaf góð að syngja live. En hún má eiga það, hún viðurkendi það þó. Já, en hérna, það sko, þegar svona stjörnur að lip-synka lög. Það alveg glata. Það bara eins og ef ég myndi vera pantaður í barnaamali og ég myndi bara senda Dóra Gylfa. Af því að hann líka lítill krulóttur og feitur. Þetta þeirra rödd sem á disnum, þannig að það er kannski ekki alveg þannig. Já, en þá getur það bara sleppt í að mæta. Það þá bara eins og einhver annar myndi koma fyrir Britney og lip-synka fyrir hana, það væri alveg skelfilegt. Þetta þó allavega Britney á staðnum. Já. Fólk vil sjá stjörnuna. Já. Þetta var slúðurpakki dagsins. Já, takk fyrir það, kæru Auðun. Við ætlum að halda áfram hérna með frábæra tónlist. Það er þetta auglýsingar fyrst og svo ætlum við í einkamál. Það er splungun í dagskrálið sem að byrja hér. Endilega. Og já, gettu blöð. Krónan kynnir Krónu-appið. Innkaupalisti sem þú setur saman og getur sendt sem SMS eða tölvupóst. Krónan fyrst og fremst ódýr og snjöll. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. 15 krónu afsláttur á afmælisdeginum þínum. Dælulykill Atlandsolíu. Nýtt í bíó á About Time. Nýjasta mynd Richard Curtis, leikstjóra Love Actually og handritshöfund Notting Hill og British Jón Stæl. You can travel in time. Frábær rómatísk gammamynd með Richard McAdams og Notebook í aðalhlutverki. Oh, shut up, you smug. About Time. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Stóri dagurinn nálgast. Fáðu þér miða á hhi.is. Dregið 10. október. Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vinnings. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn. Verð í sterkara sambandi. FM 95 blöð á FM 957. Það eru sprellararnir Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson. Það er svo töff að segja sko. Þið eru hér að hlusta á FM 957 á. Nei, FM 95 blöð á FM. Á FM 957. Þetta er svona... Töff að segja svona á. Eins og svona á. Ég er líka að reyna að vinna meira með hér á FM. Hér á FM. Beint í lag. Mjög gott sko. Já, það er skemmtilegt. En við þurfum að fara hins vegar í... Já, þetta er nýr dagskrálið, Seppi. Já, þetta er það. Og gæti farið fyrir ofan garðuna. Já, þetta er eiginlega dæmt til þess að fara úrskeiðis. Og það er alltaf gaman að taka þátt í þannig dagskrálið. Já, það er bara sko, þeir skora sem þora. Það er bara svoleiðis. Ég er svo sammálaðið þarna sko. Við ætlum að reyna að skora. Já, þetta er dagskrálið sem að... Já, við ætlum bara að ringi eitthvað lið út í bæ. Já. Og láta svona eins og við höfum verið að lesa auglýsinguna á engamál. Já. Eða einhver... Svo við séum að svara auglýsingu sem að þau hafi verið með á engamál.is. Já. Sem er svolítið döti. Já, það er alltaf. Við erum alltaf með eitthvað svora hugsanir. Já. Og, já, það þarf ekkert að útskýra þetta neitt meir. Það er ekki bara að ringi eitthvað og... Já, og hvort viltu fara undan eða eftir? Þá getur þú byrjir. Já, ég grunaði það náttúrulega. Það er að maður ringi í karlmann eða konu. Já. Hvort viltu að ég sé að tala við karlmann, dónulega eða konu? Konu? Já, okay. Konu maður. Ok. Í hverju ertu? Maður verður náttúrulega alltaf einhvern veginn miklu meiri pervert. Já. Veist, það er svona lífið. Það má líka alveg tjekka á gauður, ég ætla að prófa hérna, sant? Nú. Herdís? Já. Hæ, þetta er Ástaraldin 27 hérna. Bittu nú við. Ég er að svara hérna auglýsingunni. Svara?
Ég er að svara hérna auglýsingunni. Sæki illa þér. Hvaða auglýsingu? Er þetta ekki leður? Ha? Er þetta ekki leðurskvísa 19? Nei. Þetta er ástaraldin? Já, ok, ég heiti Herdís. Já, hæ. Hæ, ég veit ekki meir. Nei, ég hef aldrei hringt áður út af svona auglýsingu, sko. Þannig ég sjálfur alveg bara hérna byrjunarreit. En gaman að heyri í þér. Á, ég þekkja þig. Nei, bara frá auglýsingunni. Hvaða auglýsingu? Nú, inn á einkamál. Ég held þú sérst það ekki eitthvað villust. Nei, voru við ekki að spila saman í gær? Nei, eftir því. Ha? Nei, það voru við ekki. Nó, er þetta ekki leður? Ég kannast ekki við hvað það talið. Ég heiti Herdís og meina Síma. Já, ok. Við vorum var ég ekki að tala við því í gær inn á einkamál? Nei, þú varst ekki að tala við mig. Ég er stödd erlendis. Já. Bara svo eitthvað, þú varst að tala í hérna. Nú já, ok. Þannig að þú varst ekkert í því að pissa fólk. Hvað segir þið? Þannig ég hlýtt að vera bara villust, ég hef bara með villust númer þá. Já, það er til hljóta að vera. En ertu einhleip? Nei, með gift. Já, þau eru ekkert eitthvað að leita því að krydda það eitthvað? Ekki nokkuð skapaðan, þetta er alveg bara happily married. Já, ég segi, herru, þá er ég bara á vitlausum stað. Já, reyndu að finna réttu konuna. Já, það kemur að því einn daginn. Ok. Takk fyrir. Bless. Þetta er bara ég. Nei. Veistu, eina ástæða fyrir bara, nú er ég búinn og þú ert eftir. Þetta er alveg... Shit, þetta var svona illt í hjarta allan tíman. Akkur eru aðeins? Þetta er bara svo notalegt. Nei, ég held að bara fólk sem er að hlusta, ég held að því að liði jafn illa á mér. Já, og þá erum við að gera gott mál. Já, kallið minn. Hvað viltu, komdu með eitthvað nafn? Sonja. Já, Sonja. Já, ég er að ringja út af spjallinu í gær. Leðurgríma hér. Ég kannast ekki við það. Út af auglýsingunni á einkamál. Já, nei, ég hef ekkert verið þar. Er þetta ekki Greta 94? Það drapaði með að segja Greta 94. Sko, mér finnst það eiginlega bara, ég heimta að þú fáir eitt enn, sko. Þú varst í 10 sekundur. Já, kottu þá með þetta. Hvað á ég að vera, sko, það er spurning hvernig rödd ég á að vera með. Á ég að vera graði kallinn, eða á ég að vera bara, já, svona pínu lítill í mér, en samt óþekkur innan í mér. Kannski hann. Er það leiklistatal hjá þér, eða? Nei, bara svona, þú veist. Á ég að vera, þannig að þá mögulega hangir hún lengur í símanum. En þeim leiður sig, er þetta ekki Greta 94? Þá skemmtli fólk bara á. Greta 94, það er eitthvað ógætt þetta það? Já. Því þá ertu eiginlega að vona sér 19 ára, sko? Nei. Hún hafi verið 20, 94, sko. Þú veist, já. Greta 78. Það er eitthvað nýtt nafn. Bara Helga. Halló. Já, halló. Helga. Já. Fyndið að heyra röddina. Út af auglýsingunni. Út af auglýsingunni. Já, er þetta ekki Greta 85? Út af auglýsingunni á einkamál. Við spjöllum saman í gær. Nei. Það er... Ég er undir þarna. Ég er leðurgríma sem að þú varst að spjalla við í gær. Leðurgríma? Já. Ertu búin að vera lengi þarna inni? Ég hef ekki spjallað við einn eða neinn. Inn á einkamál? Tölum við ekki saman hann í gær? Nei. Hvaða númer ætlaðir að hringja? Ég ætlaði að hringja bara þetta sem ég hringdi og tala við Helgu. Já, ég heiti Helga og ég er í þessu númeri. Þú þarft ekki að vera feiminn. Ég var líka feiminn fyrst þegar ég hringdi, sko. Þótt maður hafi átt dónalega samskipt á netinu, þá er alltaf skrítið að heyra röddina. Ég er ekki neinu svoleið sambandi. Er þetta ekki í neinu? Nei. Það hljómar mjög vel. Heyrðu. Þetta er skringilegt fyrst. Ég er ekki í neinu heldur. Ég vil bara spjalla, sko.
Já, heyrðu, ég bara nenni þessu bara alls ekki, sko. Ég náttúrulega komin á áttarvel og áttræðis aldur. Þú sagði mér allt frá því í gær. Nei, ég hef ekki verið neinu svona spjallið. Þetta eitthvað vitlaust númer, sko. Ég nefnilega að það svona eldri konur hafa alltaf fengið hjarta til að slá örlítir, það hjá mér. Nei, það. Já, nei, heyrðu, við skulum bara sleppa þessu. Það liggi bara hérna alveg. Heyrðu, ok. Á teppinu heima, maður. Já, blessaður. Súrrandi graður, maður. Ég komin á 8, þetta ekki hægt, maður, við þurfum að fá kennitölu hjá þessum sem við erum að ringi. Það reyndar sko þvílíkt feskur en hún var ekki til í þetta. Já, en sástu, hún var komin á 8 og 70 eitthvað var að komin kona sem að... Ég ætla að vera svona fertug þegar þú talaði hana. Já, það er rétt. Það var alveg agalegt. Hún var ekki að tala við, er það bara ég sveppi? Eða var þetta fyrst og síðasta sinn sem við fyrir með þennan dagskrárlið? Jáp, það bara svona kæru hlustendur, þetta var í fyrsta og síðasta skipti og það nú alltaf gaman þegar að fólk næra að hlusta á þá dagskrárliði. Já, en bara þið verðið að taka tillit við þess líka, kæru hlustendur. Við erum að reyna. Við erum bara að berjast fyrir ykkur. Þetta er gert bara til að skemmta ykkur. Þetta er samt stundum heppnast það, stundum ekki. Ég reyndar ekki að hafa gaman að hlusta á þig, en ég er viðbjóður að tala sjálfur. Nei, þetta er alltaf bara gaman að hringi fólk og rugliði. Við erum bilaði. Segðu það. Ég er sko, my old, hann er dead and gone. Dead and gone? Já, gamli haugur sem nefndingu á heimilinu og svona. Hann er dauður að fari. Núna er ég sko eins og í gær, ég var að hendi í þvottavél. Var þetta hendi í fyrsta skipti sem hún flyttur inn? Nei, alls ekki. En bara svona, ég fór að hugsa svona 7 ára aftur í tíman. Kunni ég ekkert. Nú er ég með allt á hreinu. Djúskjaftaði. Nei, eftir að maður þurfti að byrja að búa einn. En það er nefnilega máli, sko, nú ertu farin að læra hvernig er að búa einn, skilurðu? Nú ertu bara einn og þú ert komið með þínar rútínur í lífið þitt, þannig að ég held að þú er aldrei eftir að finna það konu. Jó, hættu þessu. Nei, þú ert aldrei, svo kemur kona í lífið þitt og ætlar að fara að breyta þér eitthvað, þá segir þú, hey geit, hingað ekki lengra, drulla þér út. Nei, þú þekkir, ég er svo opinn, ég er með svo opið hjarta. Opið hjarta, já. En þú ert ekki kameljón á heimilinu. Ert þú kameljón? Ó já, kallið minn. En ertu samt ekki samlega því að hvað ég þroskast út af fyrir ár? Jú, þú hefur gert það reyndar. Ekki? Jú. Old me is dead and gone. Ég veit það ekki. Við ætlum að fara hérna í auglýsingar og svo er það Gettu blöð. Sjálfur Logi Bergmann er mættur hingað í stúdíu til okkar og ætlar að stjórna þessari spurningakeppni. Ekki missa því, svo erum við stórkostlegt símtal í móðu mína sem við tókum með fyrir í dag, náðum henni í hádeginu. Þar sem við vorum búin að taka upp trailer að selja, að taka upp auglýsingu. Sem við vorum að selja stefnumót með henni fyrir bleiku slaufuna og það var Þórunn Klausen sem að lasa inn á auglýsinguna. Ég myndi ekki missa þessu. Auglýsingar fyrst. FM 957 og Stöð 3 bjóða þér notalegri kvöldstundir í sófanum heima í vetur. Komdu inn á heimasíðu FM, fm957.is og taktu þátt í laufléttum leik þar sem velunin eru ekki að verri endanum. Áskrift að Stöð 3, Krakkastöðinni og tónlist.is út árið 2013. Pizzuveisla fyrir alla fjölskylduna frá Dominos og kassi af Coca-Cola. Í október drögum út nokkra heppna sem næla sér í þennan glæsilega pakka. Eigðu notalegri kvöldstundur í vetur með FM 957 og Stöð 3. Happy Hours, milli klukkan 16 og 19 í dag. Fridays Smáralind. Goes for goal! Sena og geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá e-símanum og peningavelun. Skráning á miði.is. Þú ert ekki út í kuldanum á bensinstöðum Shell. Njóttu blíðunar inni á meðan starfsmaður á plani tjekkar á olíu, rúðuvökva, rúðuþurrkum og fyllir á tankinn en þú greiðir sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Segjum timpumannum stríð á hendur. Með ljúffengri blöndu af vítamínum, steinefnum og söltum. Be OK. Ávallt síðasti sopinn. Stöð 2 kynnir með stolti. Glæsilegustu vetrardagskrá á upphafi. Fleiri og fjölbreyttari íslenskir þættir en nokkru sinni fyrr. Við lofum góðum íslenskum vetri. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2. Margfalt skemmtilegri. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Auði og Sveppi í FM 95 Blö.
Sverrir Þór Sverrisson með ykkur til 6 í dag en við erum konið með góðan gest. Hann heitir Logi Bergmann Eiðsson og stjórnar Gettu Blöð hér í FM 95 Blöð. Vertu velkomin, Logi. Já, takk fyrir það. Og þetta er ekki bara Gettu Blöð heldur, er þetta úrslita viðuregnin. Það er 3-3. Nó, þetta er stór stund. Já. Það er komið á úrslitum loksins. Já, við erum búin að bíða lengi. Já, ég er búin að bíða mjög lengi til þetta klárist líka. Þú sér ég staðin upp, sko. Ég líka. Það er spenna í drengjónum. Það reynda sést ekki að ég sé staðin upp en ég er staðin upp. Já, ég sé að bumban liggur á borðinu núna en er ekki á utan við það. Já, þetta er fallegt. Þetta skul ekki vera sjónvarp. Sjá þetta. Sjá þig. Herðu, það er þannig að þegar ég fer út á svona, þú veist, heimsting spurningahátastjóra og svona þá spurði það mig stundum út í Gettu Blöð af hverju ég sé að þessu og svona sko ég sé þetta er gaman, þetta eru skemmtilegi strákar en geta þær svarað eitthvað þannig að við veðjuðum ég og maður sem stjórnar viltu vinna milljón í franska sjónvarpinu Já, Gilles Blondon Já, hann er mjög góður hvort að þið getur svarað spurningum pólitík en í fyrsta skipti í sögu Gettu Blöð koma 2 spurningar um pólitík Ég slappi þar maður Ok, allt er læg Það er Sveppi sem væri fyrir spurninguna Já, þarf ég að setja sleðan upp, þetta er ekkert eitthvað Nei, svo kemur koma tóndæminu eftir sko Ok Hún er einhvern, hver er menntamálar á þeirra? Nú verðum að setja skammar Þetta er náttúrulega svo ný ríkisstjórn sko Það er nú það sem að gera þetta svo óþægilegt sko Já, það er Ég veit að var Þorgeir og Katrín og svo kom, ég ætla ekki að vera að hjálpa þér Já, svo var Kata Já, ég hefði vitað það en ég Hver er menntamálar á þeirra nú? Menntamála ráðherra Ói, bara Það er margir í bílnum hlæjandi sko Já, þeir mega líka bara hlæja Já, Mér er alveg drullu saman á þetta hlægi Engi leiðindi dómar en þurfum við ekki að fara að fá svar? Jó, við þurfum að fara á svar Slaka á Bíleiðindi Ég ætla að pass, ég hef ekki hugmynd Mér dættur ekki í hug Ég bara, Jesus, hvað er vitlaus Þetta er ekki vitt, þú ert ekkert vitlaus Nei, ég segi bara Guðlaug Þór Nei, það er Illugi Illugi Gunnars Illugi Gunnarsson Ég sá hann spila á ég sá hann spila á píano á Instagrami hjá Gísla Martinum daginn þá stóð að menntamálar, hvað ég vitlaus maður En þetta þýðir ekki það, veitu að Logi sé eitthvað gáðar en við bara myndu það Það hljómar alltaf þannig að sá sem semur spurningar það sé gáðar, það er ekki þannig Það er aldrei þannig Anskotin Þá var það stjórnmálaspurningin að setja Fyrir hvað flokk er Óttar Proppi á Alþingi? Það er hérna Björt framtíð Já Þetta var ógæðslega ósöngjart Nei, Þetta var ógæðslega Þetta var ósöngjart Mjög svipaða spurning 1-0 hérna í úrslit og hætti Ok, Sveppi, þú fæli eftir spurninguna Nei, ekki vera Nei, ég manna að fæna eftir spurninguna Fyrir spurningin er léttari Hún er meira svona í það sem þið þekkir Hún er Miley Cyrus Hún er að gera allt þetta Hvað kallar það áttar? Særi Mælus Pappennar er líka frægur tónlistarmaður. Hvað heitir hann? Cyrus the Virus. Ég veit ekki, hann heitir bara, veist. Heitir svona svolítið redneck nafni, ég skal gefa það vísbendingu. Miley Cyrus, maður. Hvað heitir hann? Ég veit ekki. Söng hann ekki... Cyrus. Hann er búinn að gefa þetta frá sér, eða? Dr. Hook. Söng hann ekki Honky Tonk, ég má stela sér það ekki? Jú. Veitir hann ekki Billy Ray Cyrus? Það er rétt. Hvað? Það er ekki, þú sér þetta. Hvernig vissir það? Því hann söng hérna Achy break my heart, my achy breaky heart. Er það ekki rétt að mér? Það er alveg hárrétt. Já, gá, ég sjá það líka hérna, eða? 2-0. Já. Allir ennþá að hlusta. Þú veist það, fólk heldur að ég sé svo tapsá, þú ert ekki skömmil í Skárisveit, þú ert næstu komin í fílu hérna og leikurinn á þetta byrjar. Já, býta aðeins, ég er ekki tapsár, ég er bara í fílu. Já. Það er mikið munur það á. Ég er bara í fílu. Ok. Svo allir vita. Já. Ég leikur hérna stelpan í New Girl sem ég nefndi ekki að googla. Manni hvað hann heitir. Chanel eða eitthvað. Já. Tónlistakonan og svona. Systir hennar leikur aðalhlutverki í vinsælum þætti á Stöð 2. Hvað þáttur er það? Systir einhverja sem leikur í New Girl? Aðalstelpuna í New Girl. Hver á að svara þess? Ötti. Þú mátt stela þess að þú skildi vita þetta. Já. Systir hennar leikur í vinsælum þætti á Stöð 2? Já. Og er systir hennar fræg eða? Já, mjög fræg. Hún leikur í sjónvarpsþáttum. Já, ég ekki hugmynd. Ég veit ekki. Þú ert ekki með heldur? Ég má ekki giska. Á Stöð 2. Þetta er á Stöð 2 búin að lengi. Two Broke Girls. Nei, í Bones.
Já, býttu áttum að segja þáttinn. Ég hef alltaf skotið á þátt, ég held að vera að tala um nafnið hann. Ok. Já, það hefði hugsa, hvað skoðist ekki þátt? Já, Sveppalingur. Ég held að segja hvað hann héti. Gylfi Ægjesson að gera frábæra hluti þessu dagana. Eða ekki. Það til hljómsveitir sem gerði frábæra lag Stolt sigli flegið mitt. Stolt sigli flegið mitt, stór sjónum á. Það hérna, býttu nú við. Ég sko á að vita þetta og ég veit þetta nánast en ég get ekki sagt neitt mikið því ég vil klúra þessu og veit Þagnaðu. Það heitir hérna Hættu þessu lagi. Áhöfnin á Ekki, ert það neina matræðið tónu? Nei, ég bara áhöfnin. Ég veit áhöfnin. Ég þarf að klári setninguna. Áhöfnin á. Áhöfnin. Hæ? Ég er búin að segja. Ég sagði það. Áhöfnin. Áhöfnin. Hvað er svarið? Áhöfnin. Áhöfnin. Á hérna. Já. Áhöfnin á hafsúlunni. Herðu. Þú varst ekki með þetta? Áhöfn á Ekki stafið þú hann Hafnavakkanum. Nei, djúfisins ömulega. Ói. Já, ég segi bara áhöfnina á hafnarskipinu. Ég veit það ekki heldur. Þegar þú sagði þér á henni það er komin góði gestur. Akkur sagði ekki bara það er komin gestur? Þetta er áhöfn á halastjörnunni. Halastjörnunni, maður! Ég vissi það. Vákvátt nála því. Ég vissi það. Ég gefur hálft fyrir áhöfnuna. Það var bara stólið orð. Já, áhöfnin á Ok. Mjög nátt. Já, ég sagði halsinni. Mundu það, ég get það ekki hálft á eftir. Já, þú eru þá að vinna það inn. Önnur tónlistspurning. Hvað heitir lagið sem Tvíhöfði gerði með Kvarasi ára 1998? Með Kvarasi? Það var ekki, það var ekki Miss My Bitch, það var með Svölu, eða ekki? Gerði Kvarasi það kannski? Ég segi Miss My Bitch. Nei. Sveppalingur? Lagið sem að Tvíhöfði gerði með Kvarasi heitir... Ég skýt bara líka á Miss My Bitch. Já, því að verði kannski rétt núna. Þetta er gott, þetta er góð pæling á þér. Nei, það var hérna... Það heitir eitthvað svona rugl. Það heitir bara... Er þetta ekki bara svona bullag? Jú, þetta er bullag. Þetta er eitthvað svona... Ég veit ekki, pass. Hvað var rétt svar? Rétt svar er útlenska lagið. Útlenska lagið. Einmitt, þetta var bullag. Hátt fyrir það, þú komið einn. Ég veit ekki alveg hvort ég get gefið þér rétt fyrir það. Ok, drölla þessu áframlagi. Staðan er 2,5. Upp með músík. Já. Hver á núna, Sveppi? Nei, ég ætla bara að lega ykkur að heyra það bara. Já, ok. Ég er bara að ég er með það hérna. Þannig ég er svo vel undirbúinn. Slegin upp. En ég gerir kvöld sér. Ég er alveg að gera kvöld. Alveg rétt, já. Jæja, það er ég alltaf að gera. Nei, er ég náttúrulega svæn? Ég heyra það. Þetta er Kvarasi og Tvíhöfði. Alveg rétt. Ég er ekki eins. Meni? Get ég fengið svona heyrnatól? Já, hey, Motor of Flow, alveg rétt. Get ég fengið heyrnatól svo ég heyri það? Þetta var svona bullag, já. Já. Ok, það er. Fraction on a traction through. Þá er staðan 2 stig gegn hálfu stigi. Svepalingsins. Já, mikil spenna. Og áhörendur eru að brjálast af spenningi. Það er allt vittlust í bílunum. Hér er hljóð og allt maður. Þá er komið að 6 tóndæmum í lokin. Já, þetta er... Og til að hafa þetta jafn. Í úrslita keppninni, maður. En ég heyr ekkert í headphone-unum mínu, sko. Heyr ekkert í þeim? Nei. Það er allt eins hérna. Það er allt á og það hækka þarna á hliðinni. Ok, en hvað segir þú til að hafa þetta sanngjarnt? Þá drægið þið hérna spil. Nei, hérna númer. Það hækkaði mér nú að sefi. Já. Ok, já, nú heyr ég. Komið þið sæl. Já, komið þið sæl. Herðu, til að gera þetta spennandi, þá höfum við farið það núna að draga. Því þið vælið svo mikið báðir. Að nú munið þið svona draga það. Hvaða tónbróti færið. Þetta eru 6 tónbrót. Þannig ég dreif 3 með og Sveppi 3. Já, getum gert það henni bara. Ok, Sveppi, ég skal bara, að því ég er herramaður, veldu þið 3. Já. Hvað, þetta er perramaður, sér það? Það var góður herramaður. Ok. Það var skemmt helgar. Sparnamönnum. Jalla. Ok. Spennandi maður. Öttu fyrir. Ok, hvaða númer er þú með? Öttu, tekur fyrsta númeri. Ég er með númer 5 hérna. Númer 5? Já. Þema núna
Svo er ég með nummer 1. Býtu, byrjum á 5, slaka á. Ok. Þema núna er sjónvarpsþættir. Sjónvarpsþættir, ok, ég ætti að koma sterkur þar inn. Ok, úr hvaða sjónvarpsþætti er þetta? I'm back in business, baby! Já, það er ekki lengra þetta. Var þetta lag? En hlusti, þetta er úr sjónvarpsþætti. Þetta er lína á sjónvarpsþætti, það er mjög stutt. Já, ok. I'm back in business, baby! Já, þetta er Seinfeld. Þetta er George Costanza. Mikilvægt. Fann hann sérgreinina sína maður. Ég var með þetta líka bara svo hlustandur getur farið með það á kottan í kvöld. Þetta er, gef með tölu. 2. Þá færðu þú þetta. I'm back in business! Nei. Já, ég segi Seinfeld. Já, ég var ekki sko að. Veitu, akkur gerir þetta svona. Hérna. I'm back in business! Hættu þessu. Akkur lætir þetta svona? Er þetta ekki nýja sími? Já, þetta er nýja sími, það gengur rosa vel. Akkur er þetta strik hérna? Varst að monta á símanum á? Já, ég veit það. Hérna, ekki þetta. Smá pressa þessu uppi. Já, ég veit að mér líður illa bara. Slaka til þetta búið. Já, hérna, ok. Tilbúin, soflingur. I'm back in business, baby! Hættu þessu. Þú ert eitthvað klikkað. Er að missa hérna tóndæði minn? Nei, ég er með þetta. Með allt lóðrétt. Ég vil hérna dæma hennan leik rólegur, sko. Rólegur. Hérna, ok, kemur svona. Ok, back in business einu svona enn og brjá. Ok, þetta er komið. Já, þetta er smá tíma bara í þetta. Tilbúin? Já, soflingur. Business, baby! Ég hata núna þessa línu. Ok, nú kemur þetta. Ertu ekki að grínast? Ég er vel stressaður. Já, ég er alveg rólegur maður. Ég er ekki... Er þetta klikkað hérna hjá okkur í beinni? Logi? Já. Fyrsta sinn sem FM 95 getur blöð klikkar. Já, það er rétt, það verður aldrei klikkað. En þetta er alltaf, ég segi þér. Það er bara svo gaman að þetta er Logi í beinni. Það er bara... Það getur allt gerst. Það getur allt gerst. Spennan náttúrulega gríðarleg. Spennan er gríðarleg og þetta gæti sett þetta á... Þessi skák fari í bið. Hérna. Nei. Þetta vill ekki spila bara. Þetta bara vill ekki spila. Verður það ekki bara verið með neitt annað? Getur hann ekki farið í annað númer þá? Jó, ég get bara líka spurt ykkur að ykkur bara. En fá eitt lag, bara við klárum þetta. Já, meinarðu bara hérna í þættinu? Þetta ekki með neitt, tóndæmi? Nei, ég er ekki með neitt. Klúður er þetta í þér, Logi, en þetta geti farið í bið, þessi skák. Já, staðan er 3 og þú ert með hálfan, þannig að það er bara, það verður þá þannig. Við... Erum við að kveðja þá, Logi, eða? Nei, ég þarf að klára þetta. Það þarf að koma úrslit. Það er 3 hálfur. Já, 3 hálfur. Við ætlum að fara hér í topp lag og svo höldum við áfram og svo erum við líka bara... Þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta er einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hver skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Á Subway.is finnur þú næringargildi allra rétta okkar á matseðli. Þinn bátur, þín heilsa. Subway, eins og þú vilt hafa hann. Goes for goal! Sena og geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá e-símanum og peningavellun. Skráning á miði.is. Það er að koma. Alterna. Vetrarvika TRI. 20% afsláttur af Nike, Brooks, Kraft og Suit. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Já, verði í sterkara sambandi með Símonum þegar að hlusta hér á FM 95 Blö og við vorum í Gettu Blö. Logi Bergmann er ennþá hjá okkur. En tæknin er að stríða okkur, Logi. Og við ætlum ekki að taka neina sénstæðan, við ætlum að klára þetta í næstu viku, eða ekki? Þetta er bara þessi keppni er algjörlega ógild og við látum eins og það hefur aldrei komið. Nei. Og hálfur. Það er 3. Það er bara svoleiðis. Ég bara er að fara út núna í næstu viku á Evrópuþing. Spurninga þáttastjórnunda. Þeir eru að gera svo mikið grína með strákarnir maður.
Þetta hefur aldrei gerst áður. Nei, þetta er bara, þetta er mikið áfall. En hvað ætlar, þú ert nú dómari, allsherjar dómari yfir öllu, svo sem auðun? Hvað bara í heiminum? Nei, ég heyr alveg hennan tón, þetta er svona tónina því að staðan er 3,5. Ég spyr bara lof. Ég segi 2,5. Býtu, missi ég stig þá? Já, því að þú fékkst þarna bara eina sjónvarpsþátt að það verður eitthvað mjög snúið næst. Já, ok, ég missi stig. Þú missir sjónvarpsþátt. Eftir viku. Eftir viku. Þannig að Logi Bergman, þú kemur ykkar næstu viku og þá klárum við úrslitakeppninni í Getublöð. Það var gaman að heyra þetta I'm back aftur, 10 sinum. I'm back, ég er geðu ykkur ás. En takk hjá að vera komin á Logi. Það var alltaf gaman að sjá. Alltaf gaman að fá þig. Ok, þetta því það er bara að vera alvöru. Já, ég meina, við gátum ekki klára núna. Nei, og það er alveg eðlilegt að þú missir stig, af því að þetta... Af því að þú fekkst ekki í... Af því að ég fekk ekki einu sinni mögulegan á að jafna, sko. En fólk heldur þessu greið, það er bara það mikil keppni í þessu hjá okkur að það þarf alltaf að vera fair. Já, það þarf að vera fair og það, þú veist, þetta Logi með þetta í símanum sínum og ef það er eitthvað sem getur farið úrskeiðis, þá er það svona símar og tölvur. Það er alveg óþólandi, en það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum að fá Selínu Gómez og með hennar nýjasta sem er Slow Down, þetta lag heim þess að bara drullu flotti á henni. Ef það er eitthvað sem getur bjargað þessu, sko, þá er það Selena Gómez. Já, og svo ætlum við að heyra í henni mömmu, sýndar sem að tekið upp í dag, þar sem að við vorum búin að búa til auglýsingum hana fyrir Bleik og Slaufunni, ekki missa því, fáum Selínu Gómez fyrst. Hér á FM 95 blöð, á FM 957, það eru Ötti og Sveppi sem eru með ykkur þennan þriðjudaginn. Hell yeah! Eins og alla aðra þriðjudag. Og komið að, símtalið sem ég er búin að bíða eftir í allan dag. Þetta er svona það sem ég á spenntastu fyrir þennan daginn. Jepsi Pepsi! Og það er hún, móður mín Hafdís Sveinsdóttir, við erum nú búin að stríða henni nokkru sinnum hérna í þessum þætti. En nú er verið að bjóða upp, Bleika Slaufan sem er virkilega gott málefni. Já, þeir eru að bjóða upp alls konar hluti, meðal annars eins og áritaður gítar hjá Of Monsters and Men. Já. Þeir eru að bjóða upp á útvarpsþátt með tvíhöfða. Já, og svo... Penni sem að Hulli notar Bleikur. Bjarni Ben og Mynda Bjarni Ben og Sema Davíð, maður. Já, sem Spock og eitthvað, ég veit ekki. Já, Dr. Spock og já. Og Star Trek, já. Það verður að bjóða upp alls konar svona sem að frækt fólk er að gera í einhverju flippi. Og okkur langar að taka þátt, og við ætlum að, svona plata mömmu, ætlum að ringja núna og segja henni að ég sé búin að bjóða upp stefnumót með henni. Já. Við erum búin að láta hana Þórunn Ernu og Klaasen. Já, lesi henni á auglýsingu fyrir okkur, hún lesi mitt inn á auglýsinguna fyrir Bleiku Slaufuna og við ætlum að spila hana fyrir mömmu. Er þetta ekki bara hringi í múti núna og svo spilum við auglýsinguna sem við byggum til fyrir mömmu. Já, og fólk heyrir hana bara þá. Já. Það ekki. Já. Má sjá, ætla að bjalla á skvísuna. Heyrum við henni. Já. Halló. Mamma. Já. Það er Dröti. Já, hæskan. Hvað segir þú þetta? Ég sé allt fínt bara. Nei, ekki? Jú. Hvað er verið að brasa? Ég var í jarðarföður. Æjæj. Já. Já, já. Þetta er sikkur? Já, alveg rétt. Já. Sæk ég nokkuð að þér á slæmi tíma? Nei, ég er að fara út. Já, ok. Við vorum að spá í, við Sveppi. Já. Að Sveppi við hliðina með. Sagðist ekki alltaf hringjum og hefum vinnusímanum að því að þú væri batteríslaus eða ekki að þú að mér? Nei, það er... Hann er alveg batteríslaus, sko. Hann er batteríslaus. Ég dúta mig hvað eru klikkaði. En ég er ekki að ljúga því. Já, Sveppi. Við verðum bara að tala við þig. Já, ok. En það er ekki ástæðalausu að við hringjum við í dag, mamma. Ok, hvað er það? Nú er komið að því. Hvað er það? Nú er komin tíma á að Hafdís Sveinsdóttir sýni þetta gull hjarta sem ég veit að er í henni. Ó, Jesús. Þú hefur alltaf verið þú hefur alltaf styrkt góða málefni, mamma. Já. Og alltaf reynir það nú. Já, og alltaf verið til í að taka þátt þegar kemur að því að gera eitthvað fyrir góða málefni. Já. Nú er tækifærið þitt komið. Hvað er það? Nú erum við aldeilis búinir að það má eiginlega segja, að bjarga lífinu og breyta því.
Jesús minn, hvað að? Við erum núna búinir að, sko, þetta eiginlega það sem við köllum bara win-win, mamma. Win-win? Já, því að þú ert að bæða frá að styrkja gott málefni og heppin. Og verður kannski heppin. Jesús, hvað er nú? Hvað nú? Viltu heyra það hérna? Sko, það er Bleika slaufan, þú kannast við það. Já. Krabbameinsfélagi, og það er núna að vera að bjóða upp ýmsa hluti. Já. Það er að vera að bjóða upp hérna gítarinn frá Monsters of Men og svona fleiri hluti og svona allskins dót vera að bjóða upp. Já. Mynd af hérna forsætisráðherranum og svona. Já. En, hlustaði nú, því að hérna kemur nýjasti trailer þeirra. Ég sagði að ég væri með leyfi frá þér. Og þannig að ég vil leiða bara úr hlustina eða svona. Já. Bleika slaufan kynnir. Bjóddu í stefnumót með mömmans Audda blöð. Hefur þig alltaf langað á stefnumót með mömmans Audda blöð en aldrei vita hvernig þú ættir að nálgast hana? Nú hefur þú tækifæri á að styrkja gott málefni ásamt því að fara í rómantískan kvöldverð með celebrity mömmunni Hafdísi Sveinsdóttur. Rífðu upp veskið, Fóli. Krabbameinsfélag Íslands. Hvað heldurðu? Þið geðveikir. Og ef þú ert ekki að ljúga mér, þá drep ég þig. Það er Ég er að segja þér, Rauðun. Ef þú ert ekki að ljúga mér, Rauðun, þá drep ég þig. Það er eina línu. Þetta er aldrei heitt, þetta er geðveikir. Það er verið að spila þetta á bylgin og léttin. Þú sjá þetta reyni. Ég fólengur ekki. En herðu, þú getur safnað, það er þegar komin einhver 90 skall. Nei, þetta er að byrja núna. Nei. Hvað heldur að fara? Það verður ekki. Mamma, hvað Þetta verður ekki. Hvað heldur að fara á? Ekki að ræða það, aldrei. Þetta verður á grillinu, við fengum gjafabréf á grillinu. Já, það er gott út að borða. Það hættu þessu. Styrki gott málefni og kannski kynnist einhverjum góðum manni. Á ég ganga frá þér bara. Ég held að þetta er svo ánægð með þetta. Nei. Þetta er bara... Alls ekki. Þetta er einfalt vinn fyrir þig. Ok, en hérna... En hvað myndir að halda svona stefnumóti myndi fara á? Hvað er þér sátt inn? Hættu þessu. Núna. Ég heyrðu þú pyrruð. Já, ég er mjög pyrruð. Ég veit þetta ekki. Við erum ekki svona vitlausu. Ég er að segja eitthvað. Ef þú ert ekki að ljúga með þau, þá drep ég þú. En þetta er eitthvað blaðauðlýsingar hann, þetta er bara í útvarpinu. Hæ? Þetta er bara í útvarpinu. Þetta er bara í útvarpinu, þetta er enga blaðauðlýsingar hann eitt. Nei, mér er bara alveg saman. Þú gerir það ekki, ég er að segja það. Ég drep ykkur ef ég heyri þetta. En það er eina sem er vesinn, það væri ef þú gæti komið í einhverju myndatöku fyrir séð og heyrst. Nei. Herðu, Bleika slaufan kynnir. Bjóddu í stefnumót með mömmans Audda blöð. Hefur þig alltaf langað á stefnumót með mömmans Audda blöð en aldrei vita hvernig þú ættir að nálgast hana? Nú hefur þú tækifæri á að styrkja gott málefni ásamt því að fara í rómantískan kvöldverð með celebrity mömmunni Hafdísi Sveinsdóttur. Jæja, okkur fannst þetta bara frábær hugmynd. Þetta er alveg frábær hugmynd. Þetta er ömuleg hugmynd. Þá skal ég láta taka þetta úr spilun, mamma, ef þú ert svona pyrruð. Ég held bara, það er eitt sem að fylgja fræðinu, mamma. Þú ert að... Maður verður að gefa af sér. Ég nenni ekki að tala við, þetta var mjög gott hjá þig bara í dag. Það er ekkert nóg að vera bara einhverjum Instagram og Snapchat myndum með einhverjum krökkum út í krónunni. Þú verður að gefa að þig líka. Kistu Siggu frá mér og við verðum í bandi. Já, ég reyndar hitti Siggu ekki, menn ég er búin að kissa hann svo oft. Einu þeirra var bara frá þér. Ok, og þú veist að þú mátt ekki vera reið þú heyrir þetta á bylginni. Jú. Þetta verður gaman. Ég segja það, ef ég heyri þetta á dref ég þig. Það er meistaramánuðu, mamma. Þú ert að opna fyrir nýjungum. Þetta verður gaman. Nei. Og gott málefni. Bye. Herðu, opasleira hann var hann greiðslega með Guðrúnu vinkonu sinni síðan að segja opasleira hann bilaði þessi drengur. Þetta var alveg epíst. Þetta er frábær auðlýsing. Þetta er skemmtilegt og... Þetta, veistu að ég er nokkuð viss um það að þetta geti farið á svona 500.000. Já, það er sko, fyrir utan það að hún er gullfallega móða mín. Eldist vel, þá bara finnur ekki betri manneskju til að fara út að borða með. Já, og svo ertu að styrkja gott málefni. Já.
og svo veit maður aldrei hvort það er happy ending. Haltu kjafti, Sverrir, hættu, okkur er þetta eiginlega þetta búið að vera svo gaman. Okkur er þetta eiginlega, það er ekki, nú ertu búin að gera þetta ókýrslegt. Ég réð ekki við munnin á mér. Nei, það er bara, það er oft þannig. That kills me, makes me feel alive. The thing that drowns me, makes me want. That kills me, makes me feel. FM 957 kynnir í samstarfi við Senu og geimstöðina Kringlunni. Íslandsmótið í FIFA 14. Mótið verður haldið á Spot í Kópavogi. Keppnisfyrirkomulag verður 2 og 2 og fara allar viðureignir fram á risaskjám. Riðlakeppnir fara fram mánudagskvöldin 14. og 21. október og úrslitakeppnin viku síðar þann 28. október. Tryggðu þér strax þátttökurétt á Íslandsmótið í FIFA 14 á miði.is. Skráningu lýkur á miðnætti sunnudaginn 13. október. Þátttökugjaldið er 5.000 krónur á lið og peningaverðlaun fyrir 3 efstu sætin ásamt fullt af frábærum aukavinningum. Það er Sena og geimstöðin í Kringlunni sem færa þér Íslandsmótið í FIFA 14 á Spot. FM 957. Goes for goal! Sena og geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá e-símanum og peningaverðlaun. Skráning á miði.is. Austur kynnir í samstarfi við Carlsberg Léttir. Skemmtilegustu 50-skvöldin okkar eru með veðurguðunum Ingo og Einari. Ískaldur Carlsberg á tilboði og stemming sem þú upplifir hvergi annars staðar. Sjáumst á 50-daginn á Austur. Þú fær fyrir partíið og eftir partíið í 10.11, Hagkaup og N1. B.O.K. Ávallt síðasti sopinn. Mystery og Sena kynna Málmhaus. Ný íslensk kvikmynd eftir Ragnar Bragason með Þorbjörgu Helgu Þorgilsdóttur, Ingvari Sigurðssyni og Halldóru Geirharðsdóttur í aðalhlutverkum. Frumsýnd land allt 11. október. Áheyrnarpröfum fyrir Ísland Got Talent halda áfram í Vestmannaeyjum í dag og líka svo í Reykjavík helgina. Við leitum að fólki á öllum aldri, einstaklingum, pörum og hópum sem hafa einstaka hæfileika til að syngja, dansa, sína töfrabröð eða annað sem heilla þjóðina. Siguratriðið hlýtur 10 milljónir króna í verðlaun. Nánar upplýsingar og skráning inn á stöð2.is/talent. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistarstöðin FM. I've never seen a diamond in the flesh. My friends and I, we've cracked the code. We're better than we ever dreamed. And I'm in love with being queen. Life is great without a care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Þetta Royals, eins og flesti vita, með Lord hér í FM 95 Blö. Þú vil þetta, Sefi? Be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby I will. Maður veit að þetta er spilað ómikið þegar Sveppi Krull kann textan á laginu. Let me live that fantasy. En það hins vegar komið að sturgluðu staðrendum hér í FM 95 Blö. Já, kæru hlustendur, klukkan 21 mínútu yfir 5 á þessum yndislega degi og Það búið svo mikið að gera okkur í dag. Já, það er allt búið að vera crazy, síminn stoppar ekki. Já, við höfum ekki komist í sturglaða staðrendi. Tæknin búin að vera að stríða okkur með loga. Já, samt það var bara í lokin. Mamma henni brjálu. Þetta var líka í dag, þetta var í fyrst sem að mamma bara sendi SMS að hún var ekki að grínast, hún myndi drepa okkur eða þetta færi í spilin í alvörinni. Já, ég er ánægð með hana. Já, hún var grjóthörð þannig. Já, þetta var gott hjá okkur. Já, við erum frábærir. En það komið að sturglunum staðrendum, ertu tilbúinn? Já, er 10 og góðar? 10 og góðar? Já, það er eins gott, þú lætur eins og þetta sé svona kvöðaður. Alls ekki, ég elska sturglunum staðrendir. Já, þetta er samt svona, komast Nei, ég dýrka þér, þú veist það.
Come on, man. Ert þú ekki á spennt fyrir þeim? Jó, sællum, ég siti nú í tölunum og reyna að fara að googla þetta allt saman og... Ok, þá byrjum við. Jáp. 79% fólks sem upptekið við að hressa aðra oftast óhamingjusamt sjálft. Tár í auga trúðsins. Já, ekki svolítið til í þessu? Jó, það hlýtur að vera. Þeir sem alltaf að reyna að peppa og reyna að búti, það þýðir að Steind óhamingjusamur. Hann alltaf að reyna að peppa og búti stemmingu, það alveg sama hvar það er. Já, ég nú líka þannig, sko. Já, ég svo smikt, sko, ég mikið í því ef ég að halda partíi sjálfur. Já. Það voðalega ágjör og fólk sé ekki að skemmta sér. Já, ég bara, ef að fólk ekki að skemmta sér í kringum mig, þá líður mér illa. Já, ég enda sammála. Ég alltaf einhvern veginn að reyna að fyndin og það hefur farið fyrir ofan garð og neðan. Já, þú hefur verið í dinnu, bara dönnu svona matabóðum og verið að klæða úr að þú helst að verið fyndi. Herri, vil ég kíkja á tippið? Svo næsta, erfiðasta sem þú gerir að reyna að sannfæra hugaðinn að þér sé alveg saman eitthvað. Ég var með þessum daginn og mér finnst hún bara svo góð. Þetta það erfiðasta sem þú gerir, segja þér. Það að ef þér ekki sama, þá þú reyna að sannfæra sjálfa það ég sé sama. Já. Og ég hef reynt þetta sjálfur. Já. Þetta make a sense. Já, ég hef reynt bara að ég mér alveg sama. Já, þetta líka, svo þetta líka bara, mér alveg sama. Mér finnst það að mér bara alveg nákvæmlega sama. Mér bara, í alvegni, mér bara gæti ekki verið meira sama. Þá veit maður að gæjanum ekki sama. Það kraumar inn í. Já. Þetta enda fyrst að því ég hugsa þessu að betra ekkert að þú. Þú ert svolítið svona mér drullu sama. En það það ekki. Jó, yfirleitt. Nei, það. Það þér alltaf af sama og þykist vera? Já, með ýmsa hluti, já. Þá ég að tala skiluru, Miley Cyrus reykti gras þegar hún var 20 og ég segi, mér gæti ekki verið meira sama. Þá mér sama. Já. En ef einhver segir, skiluru, heyrðu, ég hitti lítinn gröðast strák sem fyndnar en þú. Og ég segi, svo vissi ekki dröðast sama. Þá mér ekki sama. Þetta munurinn. Var eitthvað sem hitti Dóra Gylfa? Já, var bara pingu lítill og grullar. Já, gæslega, hann vilja finna það þú. Já, ok, mér bara drullar saman. Það mér ekki sama. Já, þetta svona eins og þegar einhver segir að Þorsteinn Jóðið eða Bubbi Mortens nei, skiptir ekki máli. Herðu, svo það næsta. Finnur sömu efni. Já, þetta eiginlega bara ógeðslegt. Af því að við elskum Mac. Við skrifum eins og McDonald's sketsmastu. Mac daginn og það allt. Já. Þú finnur sömu efni í McDonald's, sem sagt svona McRib samloku frá McDonald's. Já. Og þú finnur í jógadínum. Hvernig það? Jógadínu? Já, bara svona dínur sem þú leggur á gólfið þú ert að fyrir jóga. Já. Sömu efni í dínunum og eru í McRib samlokum á McDonald's. Já, þetta er bara ógeðslegt. Nei. Þetta er líka sko að þú geymir Big Mac bara í glugganum hér í 3 ár, hann breytist ekkert, hefur ekki séð þetta? Já, ég veit það, jú, ég sé það. Já, það finnst mér til dæmis vera svo mikið snilt. Nei, það er bara því að þetta er ekki matur. Já, og maður þarf ekkert alltaf bara að vera að borða mat. Nei, það er rétt, stundur bara að borða plast og svona. Já, ég meina Akkur alltaf að borða bara mat. Einmitt, hverju í anskotanum að vera að ryðja í sig öllu þessu grænmeti þegar þú getur geimt hambúrgara í 3 ár. Veldi hvað það er töff. Bara vill einhver 2 ára gamlan Big Mac. Hæ, ég er til. Ef hann hefði verið að gera alvöru bíómynd þá hann smakka borgarum. Já. Svo er en þetta er samt viðbjörn, það er alveg rétt. Já, en það fyndið að þið skulle hafa fundið þetta út, einhver er búin að greina dínu og hambúrgara. Já, það er potið verið að greina bara hambúrgarna og fundið herrið, það er svona efni í þessu og svo bara, já, þetta er notað í dínur. Já, einmitt. Hérna er fólk sem hlær of mikið og hlæra fáránlega hlutum og hlutum sem er ekkert endilega fyndnir, er oftast einmanna og ekki jafn hamingjusamt og virkar. Þetta er alltaf svona basically verið að segja manni að þetta sé alls saman andstæðan. Já, maður getur ekki alveg sammála þessu, sko. Af því að, þú veist, fólk sem er í kringum mig sem ég þekki, sem hlæri mikið og það er, nema að það sé bara búið að fela svona rosalega vel fyrir mér. Já, það er náttúrulega allir með grímu. Já, segðu. Það er alveg sama hvar maður kemur. Segðu maður, það er alveg sama hvar drefið niður. Það er allir með grímu, sko. Já, hver hlæri ógeðslega mikið? Hefði Gullreind hlóru ógeðslega mikið? Einmitt, og hvað er hann í dag? Æ, Sveppi, hættu þessu. Ég sakna hans maður. Ég líka. Ég sá daginn Lexus, svona gullleitaðan Lexus. Brings back memories. Ég fekk í magan maður. Það er alveg rétt. Það er reyndar, ég held að ég bara, ég var spurður daginn, það er aldrei mátt sjónvarpaði, en ég held ég sé uppáhaldsmómentum með Hemma Guðmundur vorum að vinna hérna. Eftir að þú gerði grín á honum hérna á afsvartíðinni, mannstu. Já. Það stríða honum, hann var alveg brjálaður úti, ég sagði eftir að búin að alaði upp og eitthvað og þetta væri þakkirnar. Svo fórum við að Hemmi einhvern veginn bara stuð hérna frammi
Og hann náttúrulega var alltaf að stríða þér í gríni, eða svona að segja þér í gríni að þegja og eitthvað svona. Og svo vorum við eitthvað að tala saman og ég eitthvað, já veist það, Hemmi, ég skil ekki hvernig Sveppi gæti gert þér þetta. Hann eitthvað, nei, ég skil ekki, og þú eitthvað svona, hvað að tala um? Þegiðu viðbjóðurinn! Hann kallaði þig Þegiðu viðbjóðurinn! Eins og hund. Já, það var eins og að væri frá hjartanum. Já, það var alltaf skemmtilegast þegar Hemmi var að hrauna yfir mann. Já, það var æðislegt. Hvað finnst þessi jakka fyrir Sveppi minn? Alltaf svona eitthvað. Já, varst að koma úr, en höldum áfram. Hér kemur næsta. Það er oftast mikil hugsun á bakvið. Herðu, ég var aðeins að pæla. Þannig að þeir sem að segja að það hafa aðeins verið að pæla, það er oftast mikil hugsun á bakvið. Já. Og ég tók þetta með það því ég er alveg sammála þessu. Ég hef notað þetta alveg, ég hef búin að vera að pæla aðeins, en þá er ég búin að vera að hugsa það alveg vel, sko. Já, en maður segir alltaf aðeins. Þú fyrir að hittir í yfirmanniðin eða fórstjóraðin eða er kannski skotin eitthvað stelpa eitthvað, herri, ég er aðeins búin að pæla eftir, þá ertu búin að hugsa vel áður og hún segir þetta, sko. Já. Þú ert ekkert eitthvað aðeins búin að vera að pæla. Nei, maður er búin að hugsa mikið um það. Já. Já, þetta make a sense. Enda sturlu staðrind. Já. Þú getur ekki hnerrað í svefni. Hvernig veistu? Því ég er að lesa, sturlu staðrind. Þú er allir sem hún lesta. Já, þetta er ekki bara þessu, sturlu staðrindum. En hver? Það er bara ekki hægt. Ég veit ekkert um það, hvort að ég hafi hnerrað í nótt eða ekki. Nei, en meina, þú er oft sofið hliðin á fólki, eða ekki? Hefur einhvern tímann orðið var við einhvern hnerri í svefni? Nei. En ég sef ekki við hliðin öllum í heiminum. Nei, það er nú ófá stúlkunni að sofa þarna við hliðina þar. Láttum við það ekki að Nei, menna eins og konaðin, hefur einhvern tímann séð hana hnerraði í svefni? Nei. Það er ekki hægt. Nei, það var líka alveg fáránlegt að við myndi vaka heila nótt og horfa á konuna mína. Hún myndi fara frá mér. Bara, heyrðu, þetta er óþægilegt. Hvað er þetta að gera? Það er gott að nærðir. Nei. Heyrðu, stöður þetta. Colgate, þessi hefur komið áður en hún er líka mjög skemmtileg. Colgate á í vesinu með að auglýsa í spænskumælandi löndum því að Colgate þýr farðu og hengdu þig. Colgate, það er greinlega farðu og hengdu þig. Á spænsku? Já. Þannig að þeir eru mjög erfitt með að auglýsa á Spáni og svona latínu löndum. Já. Það er ekki þannig, jú, að reyndar á Íslandi eina sem ég fór að hugsa sem að væri svona líka, það er sex, þú veist, það var að tella upp í sex. Það má ekki í Bandaríkjunum þegar það er kynlíf, kanin er mjög spyrrættur, sko. Já, þú veist, ég skil vel að vera spyrrættur en þú lítur með að segja sex. Já, ekki þegar ég var í skóla, ég var reyndar bara 10 ára. Já. Svo er það hérna, já, þessi er æðisleg. Þátturinn Columbo, veistu hvað þáttur það er? Já, ég hef hitt að nefna hann. Já, gauður hérna, hún svona spæjari og mjög skemmtilega þetta er en gamlir. Þátturinn Columbo var svo vinsæll í Rúmeníu, það urðu uppþótt þegar hann hætti. Fólk kom bara út á götu? Út á götu bara, það var bara uppþótt, spáðið því maður. Vá, en spes. Já, þetta voru ekki einhvern veginn rúmenski þættir. Ameríski þættir? Já, eins og þeir geta eitthvað stjórnað því í Rúmeníu að þættirn að vera hættir. Já, þetta er bara svona eins og að það var nágrannar myndu að hætta. Já. Ég vissum að það er bara heimstyrjöld. Já, það eru nokkrar mjög pirraðir hérna í Íslandi. Þetta er bara svo trúabröð á sumum. Já. Við erum alveg 3 eftir. Já. Kathysfóbía er hræðsla við að sitja. Ég er ekki með það. Nei, ekki heldur og það var líka skellulegt þar með það. Já, vá. Get ekki sitið. Já, ekki bara það að það get ekki sitið, að vera hræddu við það. Já, líka bara, hvað ertu þá, að skýti ég þegar þú ert sitjandi bara? Ég sé hvað þetta er óþægilegt. Ég er alltaf beiglaðar. Beiglaðar hættir. Þetta er góð afsökun og nefnir ekki skóla. Já, líka pælti farulegt í matabóði bara, alltaf að segja eitthvað. Ha, nei, ertu að fara að halda ræðu? Nei. Nú, ég er bara svo hræddu við að sitja. Ég er haldinn kathysfóbíu, þannig ég ætla að standa bara hérna með ykkur. Já, flott. Svo er það Jim Carrey, hann átti að leika Captain Sparrow en neitaði Disney og tók að sér Bruce Almighty í staðinn, þannig að Johnny Depp varð Captain Sparrow. Og já, Johnny Depp hefur ekki grátið það því að hann er búin að þjóna yfir 100 og eitthvað miljónir dollara. Já, hann var líka betri kostur held ég. Já, ég held að hann hefur verið betri, svo ég með þá. Ég þól ekki, sko, ég elska Jim Carrey. Ég var að horfa hérna, ég keypti á voddinum daginn hérna The Magic, eitthvað Burt Wonderstone eitthvað, The Legend of Burt Wonderstone, þannig að hann og Steve Carell að leika eitthvað svona galdramenn. Já. Það er alveg fyndið punktar í myndinni, en ég held bara ömuleg. Ömuleg mynd. Já, eins og þeir báðir eru góðir. Ég þól ekki þegar ég er að horfa, þetta er bara eins og að horfa á allar Adam Sandler myndir í dag. Já, svona eftir að hann gerði, veist, bara Mr. Deeds eða eitthvað. Þetta er alveg óþólandi. Svo er það síðasta, krakkar sem eiga ímyndunarvinni eru með betra minni en aðris. Áttu þú ímyndunarvinn, Sveppi Engtmann? Nei. Nei, ekki heldur.
Ímynda við, ég held að það hefði bara verið einu Áskell. Nei, það var ekki bara hann, það var fleiri. Ég átti engan. Nei. En ég á einn í dag. Hann heiti Kitty og byrja að heilsa þér. Þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða síma 58-12345. Nýtt í bíó á About Time. Nýjasta mynd er Richard Curtis, leikstjóra Love Actually og handriðshöfund Notting Hill og British Jones Style. You can travel in time. Frábær rómatísk gammamynd með Rachel McAdams og Notebook í aðalhlutverki. Oh, shut up, you smug. About Time. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Á bensinstöðum Shell færðu núna fulla þjónustu en greiði sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Vetrarvika TRI. 20% afsláttur af öllum reiðhjólum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 þennan þriðjudaginn, það er 8. október, meistaramánuður í gangi og við erum hér í fantafíling við Sveppi. Hvað er þetta að gera í meistaramánuðinum? Ég er neldi ekkert sko, ekki tannig, en þú? Ekki neitt sko. Nei, það er ekki bara, á maður ekki að Þetta er bara svo skjótt aðeins sko. Er þetta ekki bara meistaralíf? Já, einmitt. Er þetta einhver einn mánuður sem átt að taka fyrir? Einmitt, það er hárrétt hjá þér. Meistaralíf. Eins og það hljómar ömurlega. En ég verði eiginlega, það er svo steikt frétt hérna sem ég var að sjá á Sveppi. Og ég var svona að spája lesa hana hérna fyrir þig. Því að það er svona eins og þetta sé stórfrétt en þetta er eiginlega bara hálf kjánalegt. Já, er þetta sem er inn á MBL? Já, þetta er inn á MBL og svo... Já, lest þetta. Það stendur hérna. Skiptum galla rúðu í Hörpu og það rísa mynda sem sagt svona kranabíl og mynda Hörpunni. Svo stendur hér. Vegferendur í miðborg Reykjavíkur ráku margir hverjir upp stór augu þegar þeir komu auga á stóran körfubíl við tónlistar- og ráðstefnuhúsið Hörpu í dag. Virtist sem viðgerðarmenn væru að bisa við eina rúðu húsins. Halldór Jón Hjaltason, yfirumsjónarmaður fasteignarinnar, sagði í samtali við mbl.is að þarna hafi verið að skipta eina gallaða rúðu. Móða hafi verið innan í henni og því ekki annað að ræða en að skipta henni út. Aðeins við meðlætt viðhald að ræða og hafi verkið gengið snurðurlaust fyrir sig. Er góðskutíð í dag í bara... Já, maður fagnar svona fréttum sko, því að þá er ekkert slæmt að gerast. Ef að menn er að skipta rúðu í stóru húsi og það er komið að forsju tjefaf og MBL, þá er ekkert að gerast. Þá er ekkert að frétta. Hætti í þessu. Já, en það eru sko, það eru svo margar grillaða fréttir núna eins og bæða á Smartlandi og Vísi og annað. Það er, þú veist, ef bara einhver er að kaupa sér, er að selja fötin sín eða þá er það komið. Já. En svo bara gamla góða úlpu greinin mín. Það er einhver óþægilegast að segja lendi í. Já, þegar þú kefti þér nýja úlpu og það var fólk að tala um það í blöðunum. Já, það kom inn á DFF og svo fóð kommentakerfið í gang. Hvernig mikið drullu sem að hann hefði ekki þurft að bíða eftir úlpunni sinni. Ég þóla ekki svona. Þetta er bara að manni líður illa og kemur svona grein. Þetta er svo glata. En þá vitið það, kæru hlustendur, þá var verið að skipta galla rúði í Hörpu og... Já, það var einhver móðu fjandi þarna sem að var að trufla alltaf. En þið þurfa ekkert að örvænta, það er ekkert að og það er búið að skipta rúðuna og blaðamaðurinn er búinn að ringja í yfirmann Hörpunar og... Já, og hafa samband og þetta er allt komið á hreint. Hvað viltu fá sér lægi á leiðinni heim og Sveppi? Þurfum að byrja að hugsa það, steytist í það. Já, það þarf að vera, ertu með Dr. Hook? Dr. Hook, gamla góða. Veistu hvað? Sylvia Mother Said. Sem söng Sylvia Mother Said. Og svo var hann líka
þú veist bara On the cover of the Rolling Stone. Nei, hann var fullt af góðum lögum. Ég var að hlusta á hann daginn. Það rosalega ólíklegt að FM 957 í Dr. Hook. Já. Það svona Dr. Hook minnum á Smokey. Já, Smokey maður, þeir eru svakaleg. Living Next Door to Alice. I was out cruising, get the late now I was losing when I saw you walking my way. Ég var líka búinn að segja þarna ógeðsöguna þegar ég fór með Smokey-diskinn Think About Tonight lagið, þegar ég fór og setti það í græðurnar og ég held að stelpan hefði skotu. Það voru allir bara hvaða viðbjóður þetta? Ertu fáinn? Já, en við finnum eitthvað gott lag hér á leiðinni heimin. Já, ég var líka bara til að sjá svipin á Heiðar Austmann ef hann væri að hlusta á FM og Dr. Hook kemi í hátalarinn hjá hann. Já, en ég veit að svipin hann berðist ekkert við að heyra þetta lag. Hjá okkur auðvitað þegar við vorum að hlusta á þetta lag, stemmingin í stúdíónu biluð, sko. Það nú munurinn á FM og þessum bylgjunökkum, sko. Já, og X-inu. Já, X-in, því líkir rasshausar, maður. Herru, þú ert bara svo Dóri Gylfa núna í nætuvættinni. Ertu að horfa á það á Stöð 2? Nætuvættina? Já, það verður endur sinna á Stöð 2 núna. Ég veit að, ég verð að viðurkenna það. Ég hef aldrei séð fyrstu seríuna af Nætuvættinni. Þegið. Ég að tjolla í þér, flip í kallinum, ég sá það í augunum að þú trúið mér í smástund. Ég trúið í smástund. Já, tekin, illa tekin. Þeir eldast vel, hrikalega vel. Hver er kallarnir í... Nei, djók. Já, þættirnir. Já. Hvað, var verið að setja tíkall í trúðun? Já, kallir minna komið tíkallur í trúðun. Þetta er svona spenntur af því að dagurinn har að búið. Nú, dagurinn har að búið maður og sólinn er sest og þá fer sveppurinn í stuðið. Já, Rikki G kom hérna í stúdíu til okkar og hann var að rifja upp að mér skulle alltaf finnast ég að fyndi að ringi hann þegar það er hátíð bangsalega á á Íslandi. Það er til dæmis alltaf mjög fyndið. Já, það er sumt alltaf skemmtilegt. Nei, en talandu Nætuvættina, hún eldist mjög vel, sko. Já, og ég er mjög ánægður með hana. Ég er búinn að horfa á alla þættina aftur og ég var náttúrulega ekki búinn að sjá þetta bara síðan þetta var, hvað, 2007? Síðan það var sínt, sko. Já. Heyrðu, svo sá ég fyrsta þáttina Homeland. Já, ekki sér neitt í öðru ára. Það er svakalegt. Ég vissi mér svo skrítið að þeir láta hann að deyja, Claire Danes. Þegiðu maður, nú veitum við það ljúa. Nei, þú veist, hún er í dái. Hættu þessu. Það er fullt af fólki, bæði ég og aðri sem er eftir að horfa á þetta og ef þú ert ekki að grínast, þá skalla ég þig. Skallar mig? Þú veist hvað ég hef þetta attitút frá móðum minni. Ég drep þig. Ég drep þig. Nei, maður vona bara hún degi ekki. Hættu þessu. En hún er þungt haldin á spítala. Þetta er meðlita, okkur hlæri ekki og þessi sál þetta með skeggi, ekki vissi að hann væri líka hryðjökamaður. Hættu þessu. Ég veit samt að það er ljúa núna. Og Kevin Spacey, ekki vissi að hann væri Sæsir Kossi. Ertu búinn að horfa á House of Cards? House of Cards, allt saman, já. Talandi góða þætti. Já, lega bara það, Það er eina sem hugga með að Breaking Bad er hætt að House of Cards er rétt að byrja, sko. Ég er að byrja á seríu 2 af Breaking Bad núna, sko. Í alvörunni? Já, ég var nóg eftir það. Veistla hefur eftir, sko. Já, það er sko Breaking Bad, þættirnir eru alltaf góðir og seríurnar eru alveg yndislegar en það toppar ekkert síðustu seríuna. Nei, ég er búinn að Síðustu heyra seríuna það. Breaking Bad gerir þetta bara, veist, þó að þú myndir ekki vera að fíla þetta núna, þá er þess virðið að horfa á til þess að ná loka seríunni. Ég á eitt svona vin sem er algjör fáiði sem að Þið finnst nú samt til allir vinniðinni fáiðar. Já, í dag, sko. Við vorum rosa góðir þegar við vorum litli strákar, sko. En í dag vildi ég óska þess að þeir væru ekki vinir mínir. Maður situr uppi með vinir sína Þú óska þess að ég væri líka ekki vinniðina? Ég get sagt skilið við konuna mína og þarf aldrei að hitta hann aftur. En ég get sagt skilið við John. Hann er vinur minn. En hann er fáiði. En það er svo, þú veist, fólk hættir alveg á sambandi vinnu sína og eignast nýja vinni. Já, þetta er kannski bara því. En allavega eins og með John, hann er sem sagt svona gæi sem að leggur alveg gríðarlega mikla áherslu á það að sjá allt svona sem er nýtt og fest í sjónvarpi á undan manni. Já. Hann er alveg bara, ertu búin að sjá nýja South Park? Maður alveg, nei. Hann er gæðugur! Og maður alveg, já, það. Svo bara, heyrðu, Homeland er komið maður, ég var að sjá fyrsta þáttur, hann er svagalegur. Maður alveg, já, ég þarf að kíkja á það. Já, maður, þetta er ekki smágótt. Hann sér þetta bara leið að þetta kemur úti. Já, hann bara downloadar þessu, bara eins og hver annar úlingur. En hann er fullorðinn. Og hérna, svo var einhver tíman sem að ég fór einhver tíman í bíó. Ég sveinu þá held ég bara að fara með þér á einhver svona forsýningu og prípdrasl. Sagði þetta við hann. Ertu búinn að sjá þessa? Nei, hún er geðug, hún er ekki komin í bíó. Nei, ég fór nefnilega á einhverja pröfusýningu, hún var bara 2 í salnum og bara, hún er svaðið, ég verður að sjá hana, sko. Það var með þessi eftir að texta hana, sko. Þá er hann bara full út í mig. Það var þetta að stela þrjumulans. Já, bara, ég var að sjá hann, þá nennir hann ekki að tala um þetta við mann, sko. Þetta er, hann er samt mikill snillingur, hann, John.
ég elska hann sko. En það hins vegar komið núna að talandi snillinga, það komið að laginu á leiðinni heim og Þetta lag hef ég aldrei spilað áður í FM 95 Blöð. En gaman að heyra. Þetta hrikalega gott lag og þetta maður sem einhvern veginn ekki vinsæll í dag en hefur aldrei tapað kúlun einhvern veginn. Þennan þriðjudaginn, klukkan að verða 6, við erum búin að vera síðan 4 við Sveppi. Komin tími á að kveðja. Og Rikki G, mættur nú alltaf að taka við okkur og verða með okkur til 9 kvöld. Sveppi, ég vil bara vel þakka þér fyrir daginn. Já, bara sem leiðis. Alltaf gaman að vera með þér. Já, og alltaf flipp í manni í svona örugari. Já, nú ertu með headphone-inn og augunum með þér. Þetta fyndið. Já, ef að hlustendur væru áhorfendur maður. Þeir væru að fá svo miklu meira fyrir peningi maður. Það myndi sjá þið núna, en ég vinna það til á morgun. Þá verðum við Pétur Jóhann Sigfússon hér frá 4 til 6. Takk æðislega fyrir hlustunum í dag. Vonandi höfðu ég gaman að þessu og við strákarnir. Hell yeah. En herru, ég kem ekki í bolt í kvöld maður. Nei, þú ert tóknar á ökla. Veist það, ég ætla núna, að því að þegar maður tóknaður á ökla, þá ég ofta að hugsa, hvað ég ætla að muna að næst þegar ég ekki tóknað hvað ég hef það gott. Þannig að þið öll að núti og þú Sverrir hugsið bara núna hvað hafið það gott, þið eru ekki mitt. Skemmtilegustu 50-dagskvöldin okkar með veðurguðunum Ingo og Einari. Ískaldur Karlsberg á tilboði og stemming sem þú upplifir hvergi annars staðar. Sjáumst á 50-daginn á Austur. Vilt þú fara á landsleik Noregs og Íslands í undankeppni HM í boði Betsson? Eina sem þú ert að gera er að fara inn á Facebook-síðu Betsson Ísland og læka síðuna. Þá ertu komin í pottinn og getur henni pakkaferð til Óslóar í boði Betsson. Goes for goal! Sena og geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá e-símanum og peningavellun. Skráning á miði.is. Taktu þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hvers skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. FM 95 Blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka.